Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að fara af stað með eitthvað skemmtilegt efni sem að við viljum að þú og við öll heyrum og gerum góðan róma að því að það skulum við gera sem trúað fólk, gera góðan róma því sem að Guðsmaðurinn og Guðskonan eru að tala. Þau hafa einhvern boðskap að færa, ekki frá sér sjálfum, heldur frá honum sem að lifir eilíflega og reis upp á páskum, og páskarnir voru í gær og við vorum að halda upp á þennan merkisdag í gær þá, páskana. En auðvitað hafa páskarnir svo sem mist vægi sitt, og fyrir mér er þetta nú bara enn einn dagurinn, og mér er vel kunnugt það að Kristur er upprisinn og hann lifir í dag, og ekkert svo sem það að segja neitt, nema bara fögnuður yfir því að þessi einstaklingur lifir þó hann degi. Þetta er náttúrulega magnaður boðskapur og boðskapur sem hefur gengið með þjóðunum bara í gegnum tíðina, en mönnum gengið misjafnlega að fatta hann og skilja hann, vegna þess að sumt bara er okkur ekki gefið að skilja, og kannski á meðan við erum enn í þessum ágæta líkama þá munum við ekki skilja slíkan boðskap. Er það ekki svolítið ósanngjarnt? Jó, kannski, ég veit það ekki. Það er svo sem ekki allt endilega mjög sanngjarnt sem við erum að upplifa og lifa í þessu lífi. En þetta er bara hluti af því að vera manneskja sem er í heimi sem hefur fallið lappirnar á sjálfum sér og hefur enn ekki risið almennilega upp úr þeirri ösku stó. En þeir hins vegar sem að ganga með Jesús gera það, vegna þess að þetta er gjöf til þeirra að standa sína plikt. Já, það er ákveðin fylgifiskur samfara því að lifa með Jesú, og segir Drottinn sjálfur enda að við séum dáin sjálfum okkur, og það er nú svolítið stórt orð að taka til sín og meðtaka að vera dáin sjálfum sér. Hvað merkir það? Já, hefur einhvern veginn hugleitt það hvað það kann að merkja? Það merkir náttúrulega fyrst og fremst mjög margt, og það að þú ert ekki lengur að lifa þínu lífi þannig séð, þú náttúrulega lifir alltaf þínu lífi, en núna ertu með leiðsögn Drottins til að gera það sem hann hefur sagt. Það er að vera dáin sjálfum sér, og hvað hefur hann sagt? Við getum lesið það allt saman í orð sem heitir Biblían, Nýja testamentið, Gamla testamentið. Þar eru öll þessi orð sem við viljum að séu uppi, og það er kennsla einkum og sérlagi lifandi Guðs sem við þurfum að heyra. Jú, það er gott að fá upp úr Gamla testamentinu fræðið, hún er fulla fræðum, en Nýja testamentið, við megum ekki gleyma því að Nýja testamentið er það sem að okkur er gert að boða umfram hitt. Akkurju segir ekki orðið sjálft að lögmálið það gekk í uppfyllingu með upprisu Krist, og þegar bréfin fór að koma og Guðspjöllin, þá er það sem sagt tekið við af hinu. Þannig við sjáum allavegana hvar við eigum að vera með áhersluna. En þetta kennum við áfram upp úr Gamla testamentinu, og þá einkum og sérlagi til þess að styðja hina kennsluna. Við þurfum alltaf að vera með þetta í réttri röð og réttum stað. Lögmálið er ekki gildi lengur fyrir okkur kristna menn, og alveg sama hvar í heim við erum. Sumir eru gyðingar, jú, þeir fengu Móse lögin, og fyrir þeim eru Móse lögin komin í uppfyllingu, og það sem er komið í uppfyllingu innan gæsalappa leggur þú til hliðar, og þú tekur upp það sem er í gildi, og Kristus segir það, mitt orð er í gildi. Mitt orð, nú er hann að tala Nýja testamentið,
því að hann setti það niður prívat sem kennsluefni fyrir mig og þig sem þá kristnum manni. Og þar lesum við klásúluna að við skulum deyja sjálfinu, deyja okkur sjálfum. Og við vorum að ræða það hérna rétt áðan að deyja sjálfum sér merkir að ég ger ekki lengur það sem ég vil sjálfur, heldur geri ég það sem Kristur í mér segir. Við sjáum af þessu og meðan við þetta, ef að þetta á að geta gengið upp eins og Drottinn vill að gangi, þurfum við að vera vel að okkur í orði Guðs. Því hvernig ætlar þú að ganga út á þetta eða ganga út á hitt eða þú veist ekki neitt hvað máli snýst? Það gengur ekki. Það sjáum við. Þannig við sjáum líka að við þurfum að vera vel að okkur í orði Guðs og þurfum að vita hvar við eigum að standa. Já, Gamla testamentið er gott og gilt og allt það, en það er komið í uppfyllingu. Það hefur verið uppfyllt. Og það sem er uppfyllt, því þar verður engu bætt við og við fengum nýtt til að geta gengið veginn og eftir hugmyndum og hugsunum hans er reisu frá dauðum og við veitum að hann heitir Jesú Kristur. Það er hinn kristna trú. Það er það sem okkur er uppálagt að gera og það er það sem allir kristnir menn vilja gera sem fatta og skilja hvað máli snýst. Já, máli snýst að fylgja Jesú. Ekkert endilega vita allt siði og kenningar sem má finna upp úr hérna orði Guðs Gamla testamentinu. En eins og við vorum að tala þá er það allt saman í fullu gildi. En í Nýja testamenti það tekur það yfir. Sem sagt, með öðrum orðum, við skulum frekar fara eftir því sem það er að kenna, segja og tala heldur en hitt. En ef við erum skynsum og hyggi fólk, sem ég veit að við erum, að þá getum við alveg látið þetta passa saman. Og ef við tökum þá kennslu úr Gamla testamentinu sem passar saman við hitt, þá er hún alveg í lagi. Við þurfum að styðja alltaf nýja sáttmála með því sem við erum að tala og segja og við lifum samkvæmt nýja sáttmála. Mundu það? Ekki gamla sáttmála. Þetta er svona mögnuð kennsla sem að við svo sem vitum en sumir er að rugla með þetta og það er ekki gott. Þeir eru að rugla með þetta vegna þess að þeir eru orðnir kannski fastir í þessu fari Gamla testamentisins og eru kannski svona strangtiltekið svo litlir Gamla testamentis kennarar. En við eigum ekki að vera Gamla testamentis kennarar sem kristið fólk, heldur eigum við að vera fólk sem kennum leksíuna upp úr Nýja testamentinu. Og ef að þér finnst hún ekki vera nógu svona mikil fylling í henni, Gamla í Nýja testamentis kenningunni, þá ert þú nú bara að einu minna að gera lítið úr Jesú Kristi. Og ekkert minna heldur það. Og hver er dyrfist að gera lítið úr hans verkum og því sem hann sagði og gerði. Það væri nú hrokin mesti og versti í okkar fari ef að það væri nú með þeim hætti og en ég er ekkert að segja það að svo sé. Aðeins er að benda á til hvers Kristur kom og hvað það merkir að uppfylla einhvað. Og setja nýtt fram í stað þess sem var. Og það heitir Nýja testamentið. Með öðrum orðum er þetta líka staðfestingum að við þurfum að deyja sjálfum okkur. Við lærum allt vilja Krist í Nýja testamentinu og að því við erum vel að okkur í Nýja testamentinu og hugsunin í Nýja testamentinu, þá er það svo auðvelt að deyja hinu. Við segjum, ok, ég er kristinn maður og ég ætla að fara eftir því sem Nýja testamenti segir. En ef ég vill vita deili á hinu, þá auðvitað má ég það alveg.
ekkert af þessu þannig úrelt, eða sko ekkert af þessu þannig séð er svona ekki í gildi, eins og vorum að tala og þetta vitum við þetta mjög vel, að það eru flottar kennslur í Gamla testamentinu sem að gilda alveg og ganga alveg með hinu, eins og vorum líka að tala við skulum þá nota þetta þannig saman að þetta styðji hvort annað. Við vitum það til að mynda, og þetta eru grunnatriði sem við erum hér að fara yfir, við vitum það til að mynda að gamla lögmáli sagði að við skuldum safna liði og hefna eitthvað í þeim dúr, en Drottinn segir í sínum sáttmálum sem mér er gert að fara eftir, að ég skuli elska allt fólk. Við sjáum að þarna stangast þetta á, en stangast þó ekki á vegna þess ef við lútum gamla sáttmála, þá bara gildir þetta. Óvinur þinn er þó óvinur þinn. En Drottinn segir við eigum enga óvini að eiga. Og þar kemur hann inn í með þessa merkilegu fyrirgefningu, og þar sem henni hefur verið beitt hjá þjóðum eru þjóðir sem öldum saman stríddu og drápu hvora aðra, allt í einu komin á friður. Að því fyrirgefning Krist kom stað, og þetta eru dæmi þetta í dag, kannski ekki á mörgum stöðum, en í sumum löndum þar sem maður ríkti skelfilegt blóðbað, að núna er þetta það allt saman til hliðar, og já, svona uppbyrðir það að vera friður að menn allavega eru ekki að berast á banaspjótum eins og áður var, að því það komst á fyrirgefning. Og það er búið að fylgja okkur þessi kennsla fyrirgefninguna, og svo að því við erum vel að okkur í orði Guðs, þá getum við líka farið að rekja það og að læra það af hverju við þurfum að fyrirgefa. Og af hverju þurfum við að fyrirgefa? Af hverju viljum við láta einhverja daunilla rætur liggja alltaf í sömu átt frá okkur? Rætur sem vitað er að munu gjósa upp aftur og allt fara í sama farið. Þetta er nú sagan okkar manna. En við þurfum ekkert að fara þessa leið, við höfum leið fyrirgefningarinnar. Já, Kristur reis upp á páskum, páskum, og hann var hérna í 40 daga sem sýnilegur með sínu fólki, hann sýndi sig sínu fólki, og það gerir hann enn í dag, hann sýnir sig sínu fólki, og hann fór að kenna þeim alveg nýja leksíu, alveg nýja hugsun, og hún var til að mynda þetta að við skulum fyrirgefa náungunum. Nú berjum við ekki lengur á náungunum, við fyrirgefum honum. Erum við upptekin við það? Ég veit ekkert hvað við erum upptekin við, en ég hygg að flestir okkar getur nú gert betur þar en við kannski gerum. En það svo sem ekki tómt mál að vera að tala það, því að hver og einn þarf að finna þetta hjá sér sjálfum hvað hann gerir þarna. Já, þessi maður sem þú ert hér að horfa á, hann þarf að rétt eins og annar að fyrirgefa. Honum gengur það jafn illa á öllum öðrum að fyrirgefa, en hann veit að þessu. Og það er á einni ástæðu, hann er þokkalega vel aðstyr í orði Guðs, og engum og sérilagi boðskapnum sem að Nýja testamenti er að fjalla Ekki Gamla testamenti, nema þá bara þar sem að þessi hugsun kemur upp fyrirgefninguna og að vera, velviljaður öllu fólki. Er það ekki lykillinn að því að okkur gangi aðeins betur? Ég held það. Er ekki þetta sem vantar? Ég held það. Þannig við sjáum að kristin fræði og kristi líf er frábært líf. En samt er svo erfitt að koma þessum boðskap að vegna þess að við erum svo föst í syndinni. Og syndin í okkur, hún er ekkert að tjá sig neitt þessa hluti. Hún vill ekkert þessa guðlegu hluti og parta til sín.
Hún vill bara fá að synda og syndin bara gerir það sem henni langar til og þegar hún vill og það er birtingamyndin sem við erum með allt í kringum okkur. Þess vegna er allir þessi ólga. Ég sé nú enga ólgu. Segir þú kannski? En hvað með þegar deilur eru innan fjölskyldunar hjá þér? Þegar ættin er svona öll á hliðinni vegna þess að hún meir og minna hefur ekki náð saman. Hvað með þetta? Hvaða leið höfum við þarna? Við höfum leið. Það er nú stóra málið í þessu öllu saman og hún er leið fyrirgefningar. Þjóðir, þetta er bara sannað að þjóðir hafa lifað í sátt af fyrirgefningunni. Við sjáum Nínevuborg. Ég held að Nínevuborg hafi bara ekkert verið neitt sérstaklega vinsæl borg hjá einum eða einum nágranna. En svo kemur maður á nafni Jónas. Einn maður. Og hvað gerði hann svona merkilegan þennan eina mann? Hann var með boðskap í sínu hjarta frá Guði. En Jónas, eins og ég og þú oft erum, hann var á harða hlaupum frá vilja Guðs. Ég vill ekki gera þetta, í Guðanabænu sendi einhvern annan í þetta, akkur ég. Ég hef ekkert inn í þetta mál að leggja og segja. En hann var akkurat maðurinn sem að Drottinn kallaði til að gera þetta verk. Og að því að hann kallaði hann til að gera þetta verk, þá gat hann ekki þverskallast lengur við og var því að gera þessi verk sem að Drottinn var með í sínu hjarta. Takt eftir því, fyrst og fremst var Drottinn með þetta mál í sínu hjarta og kallaði einstakling sem hann gaf sama hjarta, sama hugsun í sitt hjarta, en að því hann er frjáls maður, alveg svo ég, þá gat hann hlaupið undan þessu og gerði eins og hann gat. En honum var ekki kápan úr því klæðinu frekar heldur mér og þér sem erum á harða hlaupum undan Drottin, því að vilji Drottins mun alltaf ná fram. Hann vill auðvitað bara menn sjáu og heyri og geri þegar hann talar, en stundum og oftast kannski þarf hann að eltast við mann, og við erum að tala hér um mann sem heitir Jónas, sem var á harða hlaupum undan Guði. Hver langan tíma tók hann að þangað til að fór í verki veit ég ekki, það segir ekkert um það, en máski var það bara heil langur tími. Ég bara veit það ekki, ég þekki það ekki. En allavega kom að því að þessi maður stóð frammi og talaði boðskapinn til Nínevumanna og það segir í orði Guðs. Þetta er náttúrulega mjög, mjög merkilegt, en þó ekki merkilegt með það til hliðsjónar að Guð er stór Guð og getur allt, að það er sagt að það hafi verið yfir 150.000 manns í þessari borg og hún sem einn maður tók við boðskapi frá Jónasi. Og það má segja að þessi borg í einni svipan af orðum þessa Guðsmann hafi frelsast, leyst undan syndinni og gengi Guði á hönd. Og þú getur rétt ímyndað þér hvort að ástandi í borginni hafi ekki orðið betra en það var þegar allir, hver og einn einasti íbúi er komið með þekkingu bara í einni svipan á orðum Guðs og því sem hann hefur að segja. Ég hygg að þeir sem voru kannski uppivöðslusamir áður hafi ekki lengur verið þetta uppivöðsama vöðslu fólk. Það er þetta sem við erum að tala um. Það er þetta sem við erum að tala um þegar við erum að boða Krist krossfestan og upprisin. Það er þessar sættir sem hann vill setja á. Og hvar þarf sættir? Hvar nema þar sem að deilur eru uppi? Og hver getur sagt að hann sé alveg lausu allt svoleiðis? Hver hefur ekki þurft að ganga í gegnum alls konar slíka vitleysu í sínu lífi og oftar en hann kannski kæri sig nokkun tíman? En það er ekkert spurt um það. Syndin, hún er þarna og hún er allstaðar með hausinn uppi. Við erum
með í okkur eitthvað sem öflugur allir synd. Við getum hrakið hana undan okkur og við getum talað Guðs orð inn í hjarta manneskju sem að framvegis vera hana gegn syndinni. Þannig að hún kemur og stangar þó vegg. Hún fer ekki lengri en þetta. Og Drottinn hefur skapað sér tóm í þessu hjarta. Takk þetta því við erum að tala um einstakling. Í þessu hjarta með sitt orð. Hvaða orð? Orð Nýja testamentisins, ekki Gamla testamentisins endilega og fyrirfram. Þetta Nýja testamentisins. Það það sem við þurfum að heyra. Það var það sem bjó til þetta nýja sem Kristus segist vera með. Nýja testamentið. Hann segir sjálfur Gamla testamentið að með Nýja testamentinu hafi það uppfyllst. Ekki lagt til hliðar, ekki aflagt, en það uppfyllt. Það búið að segja allt sem þar á að segja og nú komið síðasti stafkrókur í það, Gamla testamentið. Og Nýja testamentið heyrir til hinum kristnu. Og það mun áfram heyra til hinum kristnu. Því hinni kristnu eiga Nýja testamentið. En eru þeir að læra upp úr Nýja testamentinu? Ég veit það ekki, en ég hygg að hjarta kristins manns liggi þar og honum verði í raun og veru ekki hlíft við því allavega að vita haus og sporð á því hvað það er að segja. Þannig að við í raun og veru, eins og orðið segir, við erum án afsökunar. Ef við viljum ekki þekkjast orð Guðs, né hlýða orðið Guðsi, að þá erum við án afsökunar. En Drottinn vill ekki að við séum bara yfir höfuð að afsaka okkur með einu eða neinu. Hann segir okkur bara að gera þessi verk og vera sáttir við að stunda þau og vera undir þeim og eiga þau. Það er það sem við erum að gera. Þess vegna leggjum við á okkur vinnu við að boða Jesú Krist krossfestan og upprisinn. Já, það er vinna sumra manna að gera þetta. Sumir fá laun fyrir að boða þetta. Aðrir þykja engin laun vegna þess að það er engin til að greiða neinn laun, en samt eru þeir að boða. Akkurju? Að því hjartað er fullt af elsku til lifandi Guðs. Þetta er hægt. Það er vel hægt. Og þetta eru þeir menn og það er konur að gera sem eru á þessum velli en hafa aldrei þegið eða ekki staðið til boða nokkur króna fyrir eða nokkur aur fyrir. En þeir eru aðeins samt því að þeirra býður laun á himnum, en auðvitað líka laun hérna sem felst bara í svona almennri ánægju og gleði með hvern dag fyrir sig. Það er nú líka laun. Það eru ekki allir neitt sérstaklega glaðir og menn eru bara uppteknir við mæðuna og einhverju fúla lund daginn út og daginn inn. En það á ekki að vera hlutskipti okkar þessar kristnum manna. Og ég fullyri það líka að það er ekki hlutskipti nema kannski einstaka kristins manns ef hann er þó til. Því að Drottinn bara sér sitt. Hann hefur talað og hann sér að þetta virki. Hann er ekki bara á stundum á ferðinni, ég er best að kíkja þess á hann þennan og að þú get ekki eitthvað hrestan við. Hann er bara alltaf sívakandi, sístarfandi, síhlúandi að. Þetta er verkið hans. Þess vegna dó hann á krossi, þess vegna reis hann upp, þess vegna gaf hann niður kirkjuna, þess vegna gaf hann orðið. Og þetta er allt saman í gangi á sama tíma. Og við getum notað þetta allt þegar við viljum. Og þar eru hvatningin sem við erum með, þetta kristna fólk, þar að menn sé á þessum stað með sér sjálfa. Og taki ekkert annað í mál en að vera á þessum stað, tilbúnir og klárir í slaginn. Það er bara þannig. Já, vinir, við erum með góðan boðskap. Og hvernig getum við annað en verið með góðan boðskap með það fyrir til hliðsjónar að við erum kristið fólk. Við erum fyllt heilugum anda. Við erum fyllt afli sem er svo máttugt að allt annað víkur. Við vorum að tala um fyrirgefningu hjá heilum þjóðum.
og þetta er staðurinn, og þetta er hægt að finna bara hér í þessum töluðum orðum í heiminum, þessum fallna heimi. En þar eru þjóðir sem hafa risið upp, ekki kannski ríkustu þjóðir í heimi, en þar sem að áður blossaði allt í blóðbaði, ítrekkuðu, þar er allt saman slíkt lagt til hliðar. Því það komin orð sem að okkur gengur svo illa að skilja sem heitir fyrirgefning. Við höfum enga aðra skýringu á þessu, og hver getur gefið fyrirgefningu sem að gengur yfir alla þjóð, segjum það, nema Drottinn. Það verður eitthvað vakning. Hvað er það annað vakning þegar heil þjóð næra fyrirgefa hvori annari, stór þjóð kannski? Þetta hefur gerst. Við erum með myndina af Nínefe sem var með 150.000 manns. Hún bara með orðum Jónasar sem vildi ekki gera það sem hann var að gera og fór sennilega óglæðasti maður veraldar frá verkinu, hundfúll yfir því að gera það sem hann gerði, en samt notaði Drottinn hann til enda vegna þess að hann hafði augastað á Jónasi og hann hefur augastað á þeim sem hann veit að geta gert þetta. En svo kemur frjálsi hugurinn minn upp og Jónasar og hann segir bara og sér allt annað og verður ekkit í raun frá honum tekið. Kannski sá hann aldrei neina blessun úr þessu verki, aldrei, en sagan hefur hins vegar sýnt að þarna varð gríðarleg blessun og við sjáum alveg þessi borg. Mér skilst að þeir hafa nú sumir bara verið óttaslegnir yfir þessari borg vegna þess að þar voru svo illir menn. Allt í einu hafa allir söðlað hugsaði þér þessar gæðin sem að kemur framins frá þessari borg, frá því að vera illskeitt yfir í vinveitt og gjöful kannski. Allt vegna þess að einn maður lét loksins undan, sem sá jafnvel ekki neitt gott við það sem maður var að gera og aldrei kannski. En sagan hefur aldeilis sagt annað. Hvað er þetta annað en mynd annað en það að framar ber að hlýða Guð en mönnum. Maður, Jónas var maður sem hlýddi sjálfum sér, ég vill þetta ekki, sagði hann. Var hann ekki maður, var þá ekki leið bara að hlýða manni? Jú, það var það sem maður vildi. En Drottinn var búinn að ákveða að fastsetja það að með þessum hætti skyldi það vera og hver hleypur undan því? Jónas gat það ekki. Ég held að þú getur ekki heldur hlaupið undan því. Einn daginn þá mun það gera sem Drottinn hefur ákveðið. Við skulum haga líf okkar þannig að það sem að úr verður sé okkur til blessunar og sé einhver okkur til blessunar, þá má búast til því að það sé mörgum öðrum til blessunar. Já, Jónas sagði já, ok, ég skal fara og gera þetta og hann gerði það. Drottinn er að nota fólk til þess að gera sitt verk og eftir þessu að dæma að þá notar hann ákveðin einstakling til ákveðina verka. Akkur tók hann ekki einhvern annan? Akkur gerir Guð það sem hann vill? Við getum ekkert svarað þessu, en við sjáum af lestur orðsins að hann gerir það við fólk sem hann vill og notar það til enda sem hann vill. Og ég held að það hafi ekkert breyst í sjálfu sér. Við getum bara tekið þetta verk sem við erum að vinna hér. Hver tekur við mér þegar ef að ég einhverja hluta vegna myndi hætta þessu? Þetta myndi bara detta niður. Af því þetta er mér ætlað. Drottinn hefur ekkert talað þannig til mín að ég skulle hætta þessu. Ef hann myndi tala það til mín og ef hann vildi að þetta hætti, að þá eflaust myndi hann kalla einhvern annan í embættið.
En ef hann vill að þetta hætti með mér þegar ég hætti að starfa, að þá skal svo verða bara. En ég veit að ég hirfi úr þessu í dag, þá yrði ekkert lengur þarna, því að ég veit að það myndi enginn taka upp hanskan fyrir mig, fyrir utan það að því ég er kallaður í, þá getur það hvort þið er enginn annar. Ekki svo að skilja að menn get ekki talað og vera með svipað uppstillingu, en ég er bara ég. Þú ert þú. Og þú myndir líklega, sennilega, örugglega, tala með öðrum hætti en ég er að tala. Ekkert endilega neitt slakara eða verra og heldur kannski ekkert betra en ekkert vera að tala neitt það, en þú ert ekki ég. Drottinn er með köllun fyrir þitt líf, við tókum mynd af Jónasi, Drottinn var með köllun fyrir hans líf. En hann er líka með köllun fyrir mitt líf og bent á sjálfa þig fyrir mitt líf. Ef við skoðum sögurnar og Nýja testamenti, þá sjáum við að svona er þetta. Það kemur alltaf maður í manns stað, það er alveg rétt. En á meðan okkar nýtur við, vill Drottinn að svona sé þetta. Það er bara besta mál. Og þetta er ég og með hvatningin til mín og þínum að við skulum halda áfram. Við skulum gera vilja Guðs. Við skulum vera undir afli Guðs. Og því hann er verður. Auðvitað eru við verð. Við erum sköpun Guðs. En hann er verður. Með öðrum orðum, við lútum honum, rísum upp í honum, gerum vilja hans, en Drottinn vill ekki að við séum með hundsus við að gera vilja sinn. En hann þiggur hann, hafa hann ekkert annað. Ef við erum búin að vera að berjast við Guð lengi og allt í einu söðlum í hugsun, þá þakkar hann. En hann segir, Konni, gerðu bara það sem ég er að biðja þig núna og gerðu það glaður og kátur. Þannig vill hann að við störfum. En ef við viljum það ekki, er víst, hann nær sínu fram. Þess vegna erum við með þessa sögu. Guð nær sínu fram. Besta birtingamyndin sennilega svona sem við ölur á, er sennilega myndin sem hann segir okkur af Jónasi og Nínevu borg. Það ekki? Lestu hérna söguna mann Jónas og skoðaðu aðdragandana þessu verki sem að gat gengið bara beint í án þess að lenda í öllu sem að lendi. En hann valdi, eins og ég og þú gerum á, að hlaupa undan Guði. En Drottinn er góður. Hann lætur engan hlaupa undan sinni blessun átakalaust. Hann grípur í skottið á honum, dregur hann til sín, gerðu þetta. Og hvað hefur komið út úr því? Blessun sem við erum ennþá að tala ekki? Og við erum ennþá að læra af viðbrögðum Jónasar. Og hvað marga ætli það hafi ekki hjálpað til þess að standa sig sjálfur í stikkinu. Því við öll erum við á þessum stað í einn og annan tíma að berjast við Guð. Við viljum þetta ekki. Við forðustum þetta eins og heitan eldin. En finnum í hjarta okkar að það er engin leið frá þessu. En samt erum við að ströggla og streða og berjast. Í stað þess bara að segja, ok, þetta er svona og ég ætla að gera þetta bara brosandi. Og það er auðvelt að spyrja núna, hvort er betra? Fyrir manneskjuna mig, já, bendir á sjálfa þig, manneskjuna mig. Sjáum alveg hvort er betra. Og hvort hefði verið betra í tilviki Jónasa. Við sjáum alveg hvað hefði verið betra fyrir hann. Að við sjáum hvað hefði verið betra fyrir okkur. Við erum ekkert alltaf neitt mjög skynsamt fólk. En þetta er líka myndin af því
þetta val mitt. Ég vel sjálfur hvað ég geri. Og Drottinn er heiðursmaður og hann leyfir mér að velja og hann ætlast til þess að ég velji. En hann er með kennslu. Og ég af kennslunni geri oftar fúslega það sem hann er að bjóða mér og geri það strax, járnvel, þegar hann biður. Þetta skal hafa verið minn lærdómur í gegnum mína trúa reynslu. Alveg eins og þína. Þarna sjáum við til að mynda mynd sem dregin er upp af Gamla testamentinu sem við getum alveg notað með kennslunni úr Nýja testamentinu því að þetta passar. Það er ekki rétt. Þannig að Gamla testamentið er ekki úrelt rit en það er komið í uppfyllingu. Nýja testamentið tekur við þegar að þú ert komið með kristna trú í þitt hjarta. Þá er Nýja testamentið bókin sem þú miðar allt við. Og ég hygg reyndar að flestir kristnir menn þeir taki nú þennan pól í hæðinni því einhvern veginn það liggur bara fyrir að svona er þetta. En ég er ekki alveg með tíman á hreinu í dag þannig að við segjum þetta bara gott núna og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.